óttanum við dauðan, í öruggri vonum uppris og eilíft líf. Lát oss vera minnum þess að þú telur daga vora, svo við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þeim blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssalmum standa þessi orð. Lát mig Drottinn sjá afdrif mín og hvað mér er útmælt að dögum. Lát mig sjá hversu skammær ég er. Sjá örfáar þverhendur hefur þú gjört daga mína og ævi mína sem ekkert fyrir þér. Hvers vona ég þá Drottinn? Von mín er öll á þér. Be
Svo ritar postulinn: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, hann mun búa hjá þeim. Þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið, og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Rísum á fætur og heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til að fara á smyrjan. Og mjög árla fyrsta dag vikur sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum. En þegar það líta upp sjá þær að steinin maður velt frá en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því að leitið að Jesú frá Nasaretinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn, þar sem þeir lögðan.
Hverju orði þykir þögn, þögnin hverfur allt og þjó. En þó að augnablikið lifandi skaltu eiga við þann mikilvægan hlut, því að þá sem fer okkur aldrei nær að græða hlut. Lítu sér hver sólarlag sem þið finnst væri það í morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísuna. Þú veist að tímans köldu fjötra engin flýr, engin þráðans löngu líður aftur slíð. Því skaltu fanga þessa stund, fegurðinni ekki flýr. Lítu sér hver sólarlag sem þið finnst væri það í morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísuna. Lítu sér hver sólarlag sem þið finnst væri það í morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísuna. Náð sé meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Kæru vinir, við sem hér erum saman komin höfum komið til þess að kveðja, en líka til að minnast og þakka. Þegar við hittumst á sorgarstundu til að kveðja er gott að rifja upp minningar. Minningar móður og ömmu, systur, vinkonu og samferðarkonu á lífsins leið. Þær minningar geta verið sárar, en þær geta líka orðið okkur huggun og styrkur. Margrét Kristín Jónasdóttir fæddist á Ísafirði 18. apríl 1936. Foreldrar hennar voru Jónína Albertsdóttir, fædd 1904, dáin 1988, og Jónas Kristinn Guðjónsson, fæddur 1906, dáin 1981. Hún ólst upp í Albertshúsinu á Bökkunum. Veikindi móður hennar gerðu æskuna ekki alltaf auðvelda, en hún átti góða að. Og sérstaklega var samband hennar við ömmu sína sterkt og kærleiksríkt. Amma hennar varð henni verndarengill og Margrét bar alla tíð í hjarta sér þakklæti fyrir þá umhyggju sem hún naut í æsku. Maggi gekk í barnaskólan og síðan gagnfræðaskólan á Ísafirði. Æsku vinkona hennar var Dísa Þorleifsdóttir og þær tvær voru nánast óaðskiljanlegar. Hún var snemma vön ábyrgð og fór ung að vinna,
meðal annars á elliheimilinu á Ísafirði. Unga árum kynntist hún Herði Snorrasyni, Hödda, ástinni í lífi sínu. Maggi sagði sjálf frá því að þau dönsuðu ekki mörg lög saman í fyrstu, en eftir dansleikin gengu þau saman niður Silfurgötuna. Hún velti fyrir sér hvort hún ætti að láta hann kveðja sig við Albertshúsið eða hvort það væri of vandræðilegt að láta hann fylgja sér alla leið að elliheimilinu þar sem hún vann. Þau enduðu á því að ganga saman alla leið og sú ganga varð upphafið einhverju sem átti eftir að endast ævina. Á næsta balli dönsuðu aðeins einn dans. Höddi hélt jafnvel að hún vildi ekkert með sig hafa. En leiðir þeirra lágu aftur saman og í október sama ár lét Maggi senda Hödda kveðju. Eftir það, eins og vinkona hennar sagði, sást Maggi varla meira veturinn. Myndina sem Höddi hafði alltaf á náttborðinu sínu lét Maggi taka af sér og gaf honum í jólagjöf. Og 1. maí árið eftir sótti hann hana og kommóðun hennar á trillu til Ísafjarðar. Hún var þá 17 ára. Eftir það gengu þau saman lífsins veg. Maggi og Höddi gengu í hjónaband 19. nóvember 1955 og eignuðust 7 börn. Elstur er Snorri Hildimar, fæddur 1953. Maki Þorgerður Jóhanna Einarsdóttir. Börn þeirra eru Hörður, hann á 2 dætur. Einar Jón, hann á 1 son og Vera Dögg, hún á 2 dætur. Næst elstur var Guðjón Kristinn, fæddur 1954, dáinn 2020. Eftirlifandi maki Ólöf S. Bergmannsdóttir. Börn þeirra eru Sigríður Guðrún, hún á 2 syni, Heiða Björk, hún á 2 syni og Bergmann Sigurður. Dóttir Guðjóns af fyrra hjónabandi er Katrín Margrét, hún á 6 börn. Þriðji er Jón Ísak, fæddur 1958, maki Sólveig Brynja Skúladóttir. Börn þeirra eru Stefán Örn, hann á 3 börn, Ólöf María, hún á 3 syni. Fjórða er Þorbjörg Jónína, fædd 1960, maki Hjörleifur Lassen Guðfinnsson. Börn þeirra eru Róbert, hann á 3 börn og Margrét Kristín. Fimmta er Elín Sigurborg, fædd 1966. Börn Elínar eru Logi, hann á 2 dætur og Inga Líf. Sjötti er Jónas, fæddur 1971. Maki Guðlaug Veronika Eðsdóttir. Dóttir þeirra er Máney Sól. Börn Jónasar af fyrra hjónabandi eru Daniel Snær og Naomi Lind. Yngstur er Vignir, fæddur 1973. Dóttir Vignis er Carmen Kristín. Maggi var mikil húsmóðir og bjó manni sínum og börnum fallegt heimili. En hún vann jafnframt með heimilishaldinu. Hún tók þátt í síldarævintýrinu á Siglufirði, vann í fiskvinnslu og síðan lengi við Sundlaug Bolungarvíkur, þar sem hún átti stóran hluta starfsævi sinnar ásamt manni sínum. En lífið var ekki bara vinna. Fjölskyldan fór mikið í útilegur, í berjamó, skautaferðir á veturna og ferðalög landið. Maggi og Höddi ferðuðust einnig erlendis, meðal annars til Danmerkur, Noregs, Hollands og Kanaríeyja. Þau voru samrýmt hjón og heimilislífið bar þess glöggmerki. Maggi var afar listræn kona. Hún saumaði föt á börnin sín og síðar á barnabörnin, prjónaði af natni og gaf óspart af verkum sínum. Hún málaði, vann með leir, postulín og vassliti og var félagi Drimlu, félagi handverksfólks í Bolungarvík, allt til æviloka. Jólin skipta hana miklu máli og margir muna eftir
dúllunum sem hún heklaði og setti í jólakort. Litlar gjafir sem öllum þótti gaman að fá. Hún var virk í kvenfélaginu í Bolungarvík og í Sjálfsbjörg, þar sem hún bakaði ótal pönnukökur. Hún var mikill lestrarhestur, las bæði íslenskar og erlendar bækur og blöð, fylgdist með tækniþróuninni, notaði netið og hélt hann í tengslum við fólki sitt. Maggi var mikill blómakona með sannkallaða græna fingur. Hún hafði yndi að því nostra við plöntur, tók afleggjara, keypti fræ erlendis og í bílskúrnum logaði alltaf á gróðralampanum. Garðurinn í kringum heimilið var lengi vel áberandi fallegur og pelagóníur áttu sérstakan stað í hjarta hennar. Trúin var henni stoð. Hún kenndi börnum sínum bænir og fór reglulega í messu á sunnudögum og bar fólki sitt í bæn. Hún var jákvæð, bjartsýn og sterk kona sem stóð að sér áföll lífsins með reisn og ákveðni. Þegar Höddi lést árið 2007 var það henni þungbært, en hún hélt áfram að lifa, njóta og vera til staðar fyrir fjölskyldu sína. Kæru vinir, í sorginni þurfum við að muna að aðskilnaður okkar aðeins tímabundinn. Maggi hvíli nú í hendi Guðs almáttugs. Við þökkum fyrir líf hennar og störf og treystum því að endurfundirnir bíði okkar í Guðs ríki þegar allir hlutir verða gjörðir nýir. Að lokinni athöfninni verður hún lögð til hvílu hjá eiginmanni sínum. Aðstandendur þakka öllum samúð og vinarhug og bjóða til veitinga athöfn lokinni. Fjölskyldunni hafa borist kveðjur. Kærar þakkir fyrir samfylgdina frá Daða Guðmundsssyni og fjölskyldu. Systurnar Beta, Lára, Selma og Erna, Rönnu og Jóns Valgeirsdætur biðja fyrir kæra kveði til aðstandenda. Innilegar samúðarkveðjur með þökk fyrir allt til Vignis og fjölskyldunar frá Friðgerði og Magnúsi. Innilegar samúðarkveðjur frá fjölskyldu Arngríms og frændfólkinu í Traðarlandinu. Arngrímur mun taka innilega vel á móti frænku sinni. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verða munum aldir alda. Amen. Ég varla heim hálfur maður og heldur ósjá bjarga þér. Ef væri þú hjá mér vildi glaður verða betri en eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nóg. Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt og fljótt. Við gætum sungið, gengið gleymt okkur hjá blómurum, rökkva ráðið stjörnum á, hengi saman hönd í hönd, hæla farið mér á strönd, fundið stað sameinað
eftir bjartan daginn kemur nóg. Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. Ég gái út glugga minn, hvort gangi þú hliðið þinn. Mér alltaf sýnist ég sjái þig, ég rýni út rifurnar. Ég reyndi að sé þig alls staðar, og napurt að næði hér og nístir mig. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því augum mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum. Látum oss biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Margréti Kristínu Jónasdóttur, systur vorri sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnust öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum verið þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú
Rísum á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisun og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin, þína eilífu hvíld og láti þetta eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.